Já, sætbjörtu og velkomin til byggða. Já, þakka þér fyrir, blessaður. Nú erum við stattir hérna bara hjá Úlil og Berg og hér er námskeið hjá Borba. Þú ert mættur til að læra. Já, ekki veitir nú af og það er að gera, að reyna að læra að gera hlutina betur og þetta skila sér. Hvað er það sem að þú ert svona sækist eftir núna hjá honum? Þú ert með hérna rauðskjóttan hest. Þetta er nú hestur sem ég stefni með í keppni í sumar. Já. Og mér langar bara til þess að byggja hann rétt upp og það eru ýmis ljón á veginum. Já. Sem að maður er nú kannski vanari að ríða framhjá heldur en að fara í gegnum. Já. Og ég tel að þetta verði okkur báðum til góðs. Hvaða hestur er þetta? Hann heitir Hlekkur frá Lækjamóti. Hann er undan Álf. Og hvað er þessu? Von frá Stekkjarholti. Sem er búin að gefa Hún góð hross? Hún hefur gefið mjög góð hross. Þeir eiga hana saman, Þórir á Lækjamóti og Páll Viktorsson, mágur minn. Já. Hún hefur gefið þeim góð hross og svona að hún gengar sportara. Já. Og þess er að koma í þær ræðir. Hágengur sportari. Já, hann er á þeirri leið. Já. En hvað sér, hvað ertu, þú voru aðeins að segja okkur hvað þú ert búin að gera hjá Borba, þú veist. Hvaða æfingar er hann að leggja áherslu á með það sem að þú hefur riðið fram hjá eins og sagðir? Það er nú, sko, þessi næmni við munninn og fá hestinn til að svara en að vera samt lausan og fínan á tauminn. Þetta er nú oft hlutur sem maður kannski hefur riðið sig framhjá með afli og raskati en ekki hugsað um svörun frá hendi og innri fæti og stillingar og fá hann til að bera bakið rétt og byggja hann upp áður en að maður fer að krefja og krefja. Já, þannig að það er svona aðeins lengri leið að enn betri árangri. Ég er alveg klár á því að þetta er fljótlegri leið. Já, ok. Og svo erum við, ef maður lítur á þetta svona í heildina, í þjálfun og tamning á sínum eigin hrossum, að maður situr náttúrulega uppi með miklu skemmtilegri söluvöru. Já. Þegar hesturinn er góður í beisli, slakur og kann æfingar og þú getur sett hvert sem er á bak og sagt honum að gera þetta og gera hitt og það bara virkar. Í staðinn fyrir að standa í hesthúsdyrunum og naga neglurnar og bara vona. Já, já. En heyrðu, út í landsliðið fyrra, eða síðasta HM, þú varst þar einn af aðalmönnunum og hvernig var svo upplifun? Það var bara æðislega gaman og einstakt tækifæri, óvænt tækifæri. Þú endaðir annarra með minnir. Endaði annar í 100 metrum. 100 metrum, já. Já. Það náðist ekki tíminn á dömunni þarna og hún fékk aukarsprett. Já. Og þá endaði ég annar. Ég var heimsmeistari í smá stund. Já, nákvæmlega. En þú stefnir á landsliðið aftur? Það er svo sem ekkert sem að ég loka á í þeim efnum en þetta þarf allt að ganga upp til þess og hvort það verður núna eða seinna eða hvenær, það verður bara komið ljós en ég ætla allavega að reyna að vinna mína heimavinnu. Já. Heldurðu að þessar æfingar nýtist ekki bara líka í skeiðhestana? Ekki spurning, bara ekki spurning. Ertu með einhvern vegring núna? Já, ég er með 2 alveg ljómandi skeiðhesta. Já, hvað hestur er það? Ég er nú með einn sem ég hef búinn að vera með í 150 metrunum núna síðustu ár. Já. Hann er nú með annar besta tíma á World Ranking listanum, síðast þegar ég vissi. Var í öðru sæti á Íslandsmótinu, Hrappur frá Sauðárkróki, frá Guðmundi Sveinsinni. Okay. Svo er ég með Brúnan frá Halldórsstöðum, sem að Bjarni Braga á. Hann er
Ég var aðeins að leika mér með hann í sumar. Það er svona að fínir sér að startið á honum, hann er fljótur. Já. En hvernig er stemningin svona fyrir, já, hvar ertu með tamningaðastöðuna? Ég er bara heima á Syðra-Skorrigili. Já, þú ert bara heima. Bóndi og tamningamaður. Já. Og það er nóg að gera í öðrum þá ústörfum heldur bara hrossum. Já, þetta er fínt saman, þetta er gott með. Stundum gefa hrossin penning en kindurnar svona gera jafnar greiðslur. Já, og borga upp tapið á byggjum. Borga upp tapið á hrossunum, það árið sem er ekki gróði á þeim. Já, nákvæmlega. Þetta gengur í svona sveiflum eins og svo margt. En núna, hérna, þessi afleikir, ef má segja það, þessi gataðan hjá þér, það er nú nokkri bæir hérna, eru menn duglegir að ríða út? Já, mjög. Það er mikil starfsemi í Skagafirði núna. Já. Og ríðið út á, það eru margar tamningastöðar. Já. Já, og það er bara mjög mikið líf að koma í fjörðinn núna. Hvað er að koma úr ræktunargerðunum hjá þér? Undir hvað hélstu í fyrra og hvað færðu nú í sumar? Ég hef nú fækkað verulega stóðhryssunum hjá mér. Ég hélt bara 5 hryssum núna í sumar sem leið. Já. Og af þeim fóru 4 undir Gandalf. Já. Og 1 undir hann Koncert frá Korpu. Þú heitast á honum á landsmóti? Ég heillaðist á honum í meistaradeildinni. Já. Þegar hann vann fyrst B-úrslitin og svo A-úrslitin í 5 gangnum. Já, þetta er flottur fólk. Já, þetta er hestur sem virkar svona strax inn á keppnisvellinum líka. Já. Það er gott geðslag og það segir manni svo margt. Já. En hérna, fyrsta mót hjá þér, hvað er það? Ætli það verði ekki bara 4 gangur í KF-stildinni? Já, hún fer að byrja. Já, það er úrtaka í henni núna 30. Já. Jan og svo er fyrsta mót að mig minnir 20. Og febrúar. mætið þú með þennan? Það var planið. Þannig að þetta er góður undirbúningur fyrir það. Já. Herðu, ég ætla bara að segja gangi vel og takk fyrir spjallið. Þakka þér. Gangi vel að Gaman að hitta þig hérna. sömuleiðis. Gangi vel á námskeiðinu hjá Borba. Þakka fyrir það.